Aðeins að síðustu kjarasamningum sem ég tel nú hafi verið merkilegir og skilað árangri eins og forseti ASÍ nefndi hér áðan að það urðu meiri hækkanir, sérstaklega það sem gerðist á árinu 2015, meiri hækkanir í lægstu hópum. Árin þar á eftir voru þetta flatar prósentuhækkanir og þetta skilaði árangri eins og við sjáum hér í samanburði á breytingu heildarlauna fullvinnandi fólks frá 2014 til 2017 yfir tímabilið í prósentum. Og hér erum við með verkafólk, annars vegar almenna markaðinn og hins vegar opinbera markaðinn og svo aðrar starfsstéttirnar hérna, stjórnendur og sérfræðingar, þá aðrir stjórnendur heldur en þeir allra hæstu topparnir, forstjórarnir, voru með ívið minni og sérfræðingar á almennum markaði ívið minni hækkanir heldur en víða í lægri hópunum. En hjá ríkinu það algjörlega öfugt. Þar voru hæstu hóparnir sem fengu mestu hækkanirnar og kjararáðsþjóðin og forstjórar ríkisstofnana, þeir hverfa nú inn í þessum meðaltölum. Og þar var þetta náttúrulega sérstaklega eins og búið að nefna hér áður, sérstaklega gróft. Þannig ég held að það megi bæði læra af því sem virkaði vel í þessum samningi og taka það lengra í þá átt með jafnandi áhrifum kauphækkana. En það voru eins og forseti ASÍ nefndi hér áðan skemmdarverkin sem að stjórnvöld unnu á þessum kjarasamningi, sérstaklega gagnvart láglaunafólki, það sem var svívirðilegt.